frábært að fá þig í heimsókn. Þakka þér fyrir það. Það kannski að byrja mitt að því að við vorum að tala bara rétt áður við byrjuðum þú veist að tala röddina þína. Já. Að því nú greindirðu frá því fyrir einhverjum árum síðan að þú hefði greinst með Parkinson. Birtingamyndin hjá þér að þetta fer í röddina? Það byrjaði að fara í röddina mjög snemma og það vegna þess að ég held að serotóninni gerir það verkum að þú leggur röddböndin saman ómeðvitað þegar þú ætlar að tala. Svo þegar þú hvíslar þá slakar á. En ég get bara hvíslað nánast. Ég þarf að hugsa það í hvert einasta sinn að reyna að leggja röddböndin saman. En nú stendur til ég fái fylliefni í röddböndin svona botox eins og stúlkur sitt í varnar á sér. Það geti bjargað miklu. Þannig að þetta ég fór að hugsa það bara þegar þú ert að segja þetta að það svo margt í líkamsstarfsemin okkar sem við gerum ómeðvitað. Já. Og við tökum því algjörlega sem sjálfsögum. Alveg við skrefið sem tekur lappar. Það alveg með þetta. Ég verð að hugsa hvert einasta skref. Það svoleiðis. Þannig að stett ég bara. Hvað þetta þó væntanlega mikið verkefni að endur strúktúrera Boðefni heilans. Já, heilans þannig að þú getur Þetta kallar þetta 4 drottningar heilans. Það er dopamín, oxynatín, serotónín og adrenalín. Og ég hættur að framleiða mikið til þetta ég kemur fyrir að ég framleiði eitthvað dopamín, eitthvað oxynatín, eitthvað serotónín og eitthvað adrenalín mjög lítið. Þannig að þetta skortur á, bara almennu skortur á boðefni. Já. Og svo virkar þetta allavega symptómin eins mörg og menninir margir í Parkinson. Já, einmitt. Ég var að segja, mamma mín greindist með Parkinson einmitt fyrir 4 árum og hjá henni þetta fyrst og fremst skjálft í höndum. Já, ég alveg nokkuð stabil. Já, þú ert alveg stetti á höndunum. Alveg. En ég fæ skjálta þegar ég leggst á kvöldin og það bara nýbyrjað. Hvernig að takast á því svona verkefni, menn þetta hlýtur að vera rosalega æfing í æðruleysi? Já, ég held að maður kemst ekki upp inn eitt annað en bara að vera æðrulaus og sætta sig við orðin hlut og reyna bara að taka þetta jákvætt. Ég reyna að taka eins jákvætt og ég get. Og ég duglegur að hreyfa mig, ég verð að ganga 2-3 kilometra á dag til þess að halda mér í formi. Og þó ég get ekki farið á fæturstun og mótana þá bara píni ég mig fram úr. Og ég klukkutíma væri í soka og fötin. Já, þannig að bara Ég mjög stoltur að ég fæ ekki hjálp en tinninn og hjálpa mér. En þannig að bara það einmitt að út af dópamínuna væntanlega, bara það að koma sér fram úr á mótnana getur verið bara miklu meira en að segja. Heljarinnar átök, stundum það létt. Stundum það líðið mig þannig að ég bara upp og stundum það að ég bara vil helst líka. Einmitt. Hvernig þú komið þeir eru nýbúin að frumsýna þessa mynd sem Baltasar leikstýri, Snerting. Hvernig var að taka þátt í þessu verkefni? Þetta var mikið challenge, mikið áskorun fyrir mig. Ég sagði við Balta, ég treysti mér eiginlega ekki til þess að ég var svo misjafnað þess að dag. Þegar hann ræðir þetta mig þá var í stundum gæti ég ekki sagt neitt. Og stundum var ég bara eins og ég átti að mér. Og það var erfitt og ég sagði hann að þetta yrði mjög erfitt fyrir mig. En hann var á því að ég ætti að gera þetta. Og hann trúði mig fyrir því að þetta yrði bara, við yrðum bara að gera þetta, fara í gegnum þetta. Og hann var alltaf hvetjandi. Og svo sagði hann, þegar við vorum búin í Japan, það voru þetta 12 tíma vinnudagar, langur vinnudagar. Og ég vildi heldur ekki hætta því að ég vil gera betur en vel. Það svona perfektionisti kannski má segja. Hann það líka. Hann vildi aldrei hætta fyrir að vera búin að ná alveg örugglega öll inn. Og ég vissi alveg hvernig hann var ánægður og ég vildi keyra áfram líka. Þannig að við keyrðum á mig 15 tíma síðustu dagana, Það var alveg. Það var prógram. Ég vissi ekki hvort ég myndi standa upp daginn eftir. Vá. En þetta tekur meira á en maður heldur, Og bara þegar maður heilbrigður þá eru 4 tímar í vinnu í kvikmynd, það bara fullu vinnudagur. Einmitt. En 15 tímar Það alveg keyrt. 2 leikarar og 60 manna krjú. Þetta japanska reglur. 2 leikarar og 60 manna krú? Já, það bara regluverkið þeim. Til að halda atvinnu kannski, ég veit það ekki. Eða bara stéttafélagi búið að koma í þannig fyrir að menn verða að vera ákveðið margir. Og þetta náttúrulega flókin starfsemi, 2 kamerur og allt það.
stundum 3 ár. Hvað með þetta sem þú sagðir áðan, þú sagðir, ég vil gera betur en vel. Það er svona, það er þessi ókostur, sko, maður þarf að þekkja sinn vitjunatíma og vita hvenær maður hefur gert nóg. Það er mér reynst mjög vel í þegar að gera músík, þá veit ég hvernig ég á að hætta. En ég stundum þannig að ég vil halda áfram. En ég veit að ég vil eitthvað hvernig ég hefði átt að hætta. Já. Og þá bakka ég og fer bara þann stað og hætti þar. Það er að gera það með þetta pródúsera músík, sko. En ég held að fólk sem hefur ekki sjálft kannski starfa við listir, fattar oft held ég ekki hversu mikil vinna er að baki einhverju, að því nú erum við að tala um þessu snertingu, bíómynd og þú sérði eitthvað verið að leika og þetta virkar einhvern veginn eins og þetta, já, hann bara mætti þarna og bara það kveikt á kamerunni og svo bara gerði hann þetta en svona maður dáist að því þegar maður hefur sko talað eins og Stanley Kubrick og leikstjórar sem að hafa nánast sko ekki það að það sé endilega jákvæmt bara gengið fram að fólki að því perfektionismin er svo mikill en maður auðvitað góð list hún ekki alltaf afrakstur einmitt mjög mikils undirbúnings og því að þetta er svolítið eins og íþróttamaður sem að sko æfir til þess að reyna að ná fullkomnun í sinni grein. Það er sama, það er sambærilegt. Nema í listum er það svo afstætt. Af því hann getur mælt, íþróttamaður mælir sig, við getum ekki mælt neitt. Þannig að það er alveg út frá hverjum og einum komið, hvað hann vil kalla betur en vel. Þegar hann vil gera betur en vel, þá vil hann gera vel en hann vil gera betur. Betur en það. Og það er undir hverjum og einum komið, en þess að þetta er afstætt. Og þetta er ekki neinn mæli, það er ekki mæli kér sem hann getur beitt. Það er ekki að mæla þetta og þess vegna er það sem að það er svo flókið og ég er stundum þannig að ég stend mér stundum að ég að vera að týna mér í einhvern smáatriðum en það er bara holdt að vita það að maður hefði átt að hætta kannski 10 mínútum áður. Einmitt. Korter áður, eða deginum áður eða viku áður. Þá get ég farið á þann stað sem ég var fyrir viku, skoða það og það er resultat. Hefur alltaf verið perfektionisti og verið með þessa tilhneigingu og veistu hvaðan hún kemur? Ég veit ekki hvaðan hún kemur en hún byrjaði mjög snemma, já. Hún byrjaði bara þegar ég var í spilverkinu og ég var fyrr bara inn á menntaskóla árum eða bara í gagfræðaskóla. Þá var ég að vinna eitthvað og var aldrei ánaður. Og æfði og þegar við Þursar kom og gerðum til dæmis comeback í 2008 með Kaput þá æfði ég þegar voru alveg hérna ég væri bara að missa vitið ég æfði bandið við æfðum í 5 vikur på hvern einasta dag ég segi bara svona hefsta og það var gott þá var ég ánæður það var æft og við vorum með það allt saman komin í blóðið þetta var í fingurunum okkur við byrjuðum en svo var það komið í blóðið og þetta var bara að hluta af okkur en það sést að þú horfir á þessa mynd, Kaputmyndina. Það er allt þaulæft. Það er allt að menn vita hvað er að gera. Einmitt, þetta er áhugaverð punktur sko með því mér hætti dálítið til að vera á hinum endanum að svona ég hef gaman að því að þú veist ég ger eitthvað og svo vil ég bara strax fara að gera eitthvað annað. Já. En ég dái svo mikið af fólki sem að hættir ekki fyrir en eitthvað er orðið alveg nógu gott og eins og þú veist að segja eins og þegar þetta er komið í, þú veist búin að æfita það mikið þetta er komið í blóðið. Já, það verður að vera þannig. Sko það verður að vera þegar menn er að vinna allumis leiksýningu eða leika allumis þá verður þetta að vera bara eins og þetta sért þetta sé í blóðinu, þetta sért þú og það er ekki neitt tilbúningur í því það er bara þú er búin að samsama þessu algjörlega og það tekur á mér sér bara dagstæðilega en að ég var stundum að fá kannski texta 2-3 dögum áður sem var í japansku. Þá var ég að tilenga mér hann og vera bara eins og ég hefði verið að tala japansku í 50 ár. Það er 52 ár sem ég talaði hana. Hvernig var að vera í Japan? Þetta var upplifun algjör stórupplifun og þetta er að menningarsamfélagi náttúrulega allt annað. Þeir virða þá sem eru eldri og ég var umsvermaður hérna af aðstofamönnum, hjúkrunarkonu aðstofamann og sem að líti mér yfir textan og kendi mér japanskuna. Og þetta var allt saman svona fólk sem að ég fann að hafa virðing fyrir öllu. Virðing fyrir starfinu sem þau unnu og sérstaklega að ég var eldri. Ég var 70 hérna á tímanum og þá var það bara alveg lotning. Ég hef verið
ég hef komið 5 sinnum til Japan og einmitt talandi um þetta að hætti ekki fyrir eitthvað orðið nógu gott, að það sem ég dáist alltaf að þegar mér finnst sérstaklega að sjá það þegar ég var komin til Kyoto og gömlu höfuborgarinn og fór þar upp í hlíðarnar sko, að maður sér einhvern sem að sópa stéttina sína og það eins og viðkomandi sé á ólympíuleikum í að sópa, að því hann ætlar að gera þetta eins vel eins og hættar að gera þetta, og ég held að sen hugleiðslu hugsunin í Japan sé svolítið að þú gerir einn hlut í einu og þú gefur þessum hlut 100%. Athyglinnin algjörlega á því sem þú ert að gera og það eitthvað fegur því, þú veist, mér finnst þetta smitast svolítið inn í menningunni. Taoismi. Einmitt. Þetta mjög holt og góð lesning. Gerðu eitt í einu. Þetta eitt skref í senn, ekki 2. Og hugsaðu það að þú gerir aldrei meira en þú lifir aldrei nema eitt daginn og þú lifir aldrei nema eina. Nú lifum við og lifðu það moment. Vertu í momentinu og reynda að hvíla eins vel í því þú mögulega getur. Það það sem leikarinn hefur. Hann að hvíla í því momenti sem hann hefur. Það að fá sekundur á tjaldinu og með hann það 100% concentration. Algjörlega alveg einbeiting. Það það sem ég segi sko, menn eftir 4 tíma vinnudag að maður heilbrigður, að maður döðrittur. Bara á einbeitingu. Bara einbeitingun einmitt. Það sko, það ekkert sem að fer fram hjá þér. Og þú sérð sjálfa þig og það allt, skilur allt í gangi. En þetta auðvitað misjæðgandum sem eru methodacting. Þeir verða að fara í gegnum eitthvað til þess að leika morðingja verða að segja að drepi mann. En það ekki mín reynsla. Ég reyni bara að vera slakur og hann samt með 100% einbeitingu. Ég var einmitt að tala við Guðmund Inga Þorvaldsson vinn minn sem leikari og hann var einmitt að tala hvað það væri mikilvægt fyrir leikara að vera slakir. Já. Ná að komast inn í þann hluta taugakerfisins sem hjálpar þér að ná slaka, að því þannig ertu meira flexibúl í að geta sínt tilfinningar og gert það. Já, ef þú skoða þinn hugþáður, þannig ertu dagstæðlega. Þegar enginn að vakta þig, þá ertu slakur. Bara í þínu. Bara situr í þínu líkama og menn sitja við misvel í sér auðvitað, það misjæft. Sem alltaf á ferð og flugi. Það sitja í sér. Og það þetta sem maður reynir að ná því ástandi. Það maður einn. En þú ert með 60 manns í kringu þig. Kamur suðandi og það að ná því. Það getur verið erfitt. Það aðeins meira mál. Það aðeins meira mál, já. Hvernig hefur verið, sko, Baltasar mitt þegar hann var að tala um sko, það sem var svo fallegt við Egil var bara þessi flotti maður og svo núna komin á þennan aldur, búin að vera, glíma við þennan sjúkdóm og svo mikið reist, einhvern veginn svona elegans bara lífsreynslunar. Hann sagði að það hefði skilað sér inn í myndina, sko. Já, ég sé það ekki sjálfur auðvitað, en það auðvitað allavega hana. En ég veit ekki vita hvað hann á við, sko. Ég búin að fara í gegnum þessa lífsreynslu sem náttúrulega allt í hennu hafna líkamann manni. Það að segja að hann gefst upp, en hugurinn á flegi ferð áfram. Og minn hugur þannig að ég féll aldrei verkur endi, ég var alltaf að og ég alltaf að enn. Þannig að ég fekk mér svona það auka verkefna að við erum með bát, sko, í Svíþjóð og það með lítið hús líka. Og það að sjá húsið og annars garðinn og allt þetta á við mig og svo sé bátinn. Og ég alltaf að. Þannig að ég get verið að móka með teskið allan daginn. Já, ég skil. Ég kalla þetta að móka með teskið að því að ég gerir allt hægt. Og ég verið að sæta mig við það. Nú vinn ég miklu hægar, sko. Ég að gera músík núna með gamlum félögum mínum frá Núpi. Ég var skólanust á Núpi 69. Stofnum fyrir 55 árum síðan og við komum saman aftur. Við ætlum að gera 6 lög og við erum búin að gera 2 og það bara gaman að því en það vinst miklu hægar en það gerði áður. Ég verið að sæta mig við það. En hvernig það einmitt, ég hef svolítið verið að hugsa það einmitt í gegnum mömmu mína. Við lifum á Íslandi í rosalegum hraða og manni finnst þess að hraðin á okkur að verða, sko,
ógnvænlegur. Já, yfirsnúningurinn að verða að heilsu faraldri að mínum mati. Það bara streitan orðin svo mikið, það annað maður komin í kulnun og svo fólk að fá kvíðaköst og einhvern veginn taugakerfi og þannig að maður hugsa sko þegar að líkamyndin í raun og veru neyðir því að hægja svona á þér. Þá endalega tekur það tíma fyrir hugan að ná að einhvern veginn að það sé jafnvægi þarna á milli. En á einhvern hátt þá þegar þú ert í hægari tilveru að þá upplifður meira þessi fínu blæbrigði tilveruna sem ekki hægt að finna með ómiklu hraða. Sko. Ég held þetta sé svolítið eins og að verða barn aftur. Það að segja maður fyrir að taka eftir hlutum sem maður var hættur að taka eftir. Og allt í henni ég orðinn hægari og ég kemur meiri tíma og ég þarf að fara eitthvað, þá var ég að undirbúa alveg í klukkutíma áður og eins og núna var ég stressaður þegar ég kom og sendi þín þess að Tinna þurfti að vera annað og þetta var að mæta annars þar en hún vill alltaf vera á 11 stundu. Þannig að ég háður henni. Hún gerir alltaf á 11 stundu sko. Hún er mángsvíslari og getur multitaskar allt sko. Gerir margt í einu, ég get ekki gert með eitt í einu. Það er bara eitt og það hefur versnað þetta sko, eða það hefur batnað kannski og gerir ég bara eitt bara reyma með skóna verk verkefni. Hvernig upplifir þetta sem þú varst að tala núna með að taka eftir hlutum sem að flestir kannski taka ekki eftir? Já, ég upplifa þannig að ég sko miklu hægari og ég verður að sjá aftur heiminn í svona hægferður að ljósi ég skoða fólk betur og getur verið að lega mér að dvelja við hluti og það er bara því að tilverðin hægari og ég allur hægari sjálfur og allt gerist hægar og ég menn í kringum ég skil ekki til þessu hvað kemur bara og verður í kortir að þessu nei, 2 tíma minn seg Já, einmitt og þá mæti ég hálftíma áður og svo erum við 2 tíma og ég kannski ekki gert eitthvað en ekki nóg kem ég aðra 2 tíma Einmitt það er þessi hæging sem kannski að finna góða, ég veit það ekki en það er bara eitthvað sem ég verð að sætast við og ég gerir náttúrulega miklu minna fyrir vikið en ég sem ennþá og ég lengur að því en ég læt mig hafa það. Já, þú komst hérna með hvað er það, handrita ljóðabók? Já, ég er með handrita ljóðabók sem heitir Rondo, kemur út í haust það eru svona ljóð sem ég verið að skrifa svona undanfærið flest nokkur eru eldri en 4-5 ár kannski þetta var ég veiktist það er munur á þeim Hvernig finnur munin? Munurinn er meiri, ég er meira svona það er meira verið að tala dýftina en hinn er meira yfirborðskennt það er meiri dýft held ég í nýju ljóðunum ég trúi því það er eina sem ég bara að hugsa lífið á nýjum forsendum þetta er ekki sjálfsagt að vera lifandi þakka fyrir að vera þakklátur maður á þakka fyrir hvern einasta morgun sem maður vaknar og vera auðmjúkur það er eiginlega það sem ég hef lært við mér Þetta frábær skilaboð sko maður hugsa hérna í þessum hraða sérstaklega þá held ég að okkur hætti mjög mikið til að taka öllu sem sjálfsögðum hlut og talandi líkamann sko þá þegar að allt í hennu bjátar eitthvað á í líkamannum hans þá fattar maður hvað maður tekur í sem sjálfsögðum hlut þegar það er í lagi sko. Já, og maður þakkar aldrei fyrir það aldrei. Og þeir sem verða gamlir og eru í fullu fjöri endalaust þeir eru áfram bara svona á fullir í ferð sko og eru tóltið svona fyrst mér hanalegir svona eins og það heitir hvað heitir það er sko kokkálaður það er kokkálaður maður en það behaves like a cock það er svona hanalegur það er maður sér þetta en það er ekki víst að það getur vel verið að mennum lánist að ekki verða mikið samt sem áður sko það er bara gott en ég held að menn verða að upplifa eitthvað í lífinu til þess að átta að sjá þessu hvað þetta er mikilvægt að hafa meran og geta hreyft sig til dæmis ég get hreyft mig, ég get ekki hverða því ég get ennþá gengið og ég geng staflaus í dag ég glemdi stafnum heima en ég fann það strax þegar ég labbaði hérna í götuna
ég hefði betur. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.